Góða kvöldið kæru áhorfendur og velkomin með okkur hérna í TV á Norðurálsvöllin. Annað daginn í röð fáum við toppaðstæðu til að spila fótbolta. Örn Arnarsson heiti ég og heilsa ykkur fyrir okkar hönd. IA Fjölnir í annari deild kvenna hér framundan. Það margt áhugavert að ræða fyrir þennan leik. Megum ekki gleyma því að þetta þriðji leikur liðana á þessu ári. Þessi lið mættust í deildabikarnum í febrúar og þar sigraði IA og í fyrri umferðinni 4. maí í Egilshöll ef maður rétt, þar sigraði IA einnig og samtals mörk í þessum tveimur leikjum 22. Deildabikarleikurinn fór hérna 8-5. Ég var einmitt að lýsa þeim leik og eitt allra furðulegasta sem að ég hef upplifað, verði að viðurkenna að lýsa þeim leik. Það var einhvern veginn marka á 2 mínútna fresti og ég veist ekkert á hvaðan á mig stóð veðrið þá ég var innanhús. Og það þessi lið hafa mæst 22 sinnum einnig og í þessum 22 leikjum hafa verið skoruð yfir 100 mörk, 106 mörk alls, þannig að við megum held ég búast við fjöri hérna og af þessum 22 leikjum þá hafa Skagakonur sigrað 16. Fjölnir einungis unnið 3 og 3 svo verið í jafntefli og það þarf að fara allt aftur til ársins 2012 til þess að finna sigur Fjölnis og það var í fyrstu deild kvenna í B-deildinni og í A-riðli þar. Það var einmitt hér á þessum velli sem að Fjölnir vann 1-0 og það gaman að segja frá því að einn af leikmönnum í þeim leik sem kom inn á sem varamaður í byrjunliðinu hér í dag einum 11 árum síðar og þið megið giska á hver það gefa ykkur smá stund til þess að hugsa það. Og jú, það Unnur Ýr Haraldsdóttir að sjálfsögðu. Þar áður hafði Fjölnir ekki næsti sigurleikur Fjölnis þar á undan var árið 2005 og þar var Unnur ekki að spila, ég gáði en ég held að sé bara tímabært og jafnvel fyrir einhverju síðan að kíkja á byrjunarliðin hér í kvöld. Mikilvægur leikur framundan. Lúcia Lebrero Rodríguez í markinu, nummer 1 hjá IA, Anita Sól Ágústsdóttir, nummer 2, nummer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, nummer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, nummer 9 Erna Björt Elíasdóttir, nummer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir, nummer 17 Unnur Ýr Haraldsdóttir, já Bryndís Rún að sjálfsögðu fyrirliði, nummer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, nummer 20 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, nummer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir og nummer 99 Samira Súleman. Við höfum held ég ekki síðana í beinni útsendingu síðan hún fekk höfuðmeiðslin hérna fyrr á árinu. Hefur verið að spila útileiki, það verið í útileikjum núna undanfarið en virkilega gott að sjá Samiru komna aftur. Í markinu hjá Fjölni Caitlin Kellogg nummer 35, nummer 4 Freyja Aradóttir, nummer 5 Hrafnhildur Árnadóttir, nummer 8 Tinna Sól Þórsdóttir, nummer 15 Anna María Bergþórsdóttir, nummer 17 Alda Ólafsdóttir, marka hrókur, marka hæst í deildinni. Langmarka hæst 23 Lovísa María Hermannsdóttir, nummer 28 fyrirliðin Eva María Smáradóttir, nummer 29 Ester Lilja Harðardóttir, nummer 42 Harpa Sól Sigurðardóttir og nummer 44 Júlía Katrín Baldvinsdóttir. Kunnulegt byrjunarlið svo sem hjá IA. Varamannabekkirnir hér á bekknum hjá IA varamarkmaður Salka Hrafns, Birna Rún Þórólfsdóttir, Kolfinna Eir Jónsdóttir, Ylva Laxdal Unnarsdóttir, Elvíra Agla Gunnarsdóttir, Hugrún Stefnisdóttir og Vala María Sturludóttir, ungur bekkur hjá Skagaliðinu og þjálfari Magnea Guðlusdóttir og henni til aðstoðar Stefán Þórðarsson. Gaman að sjá það. Varamarkmaður Fjölnis Sara Sif Búiling Jónsdóttir, aðrir varamenn Petra Hjartardóttir, Elvírud Búadóttir, Katrín S. Vilhjálmsdóttir, María Sól Magnúsdóttir, Patricia Dúa Thompson og Freyja Dís Hreinsdóttir og Magnús Haukur Harðarsson þjálfari Fjölnis. Og hér liðin leitt inn á af dómara tríónu Mohamed Nasser Abbas A. El Sayed sér að flauta þennan konsert. Kristinn Freyr Viktorsson og Márus
Björgvin á þetta sjálfsögðu að vera Gunnarsson eru honum til aðstóðar. Og já, það er eins og ég kom inn á, þetta er gríðarlega mikilvægur leikur og liðin sitja sem stendur í Fjölnir í öðru sæti með 27 stig. Skagalið hefur verið að síga niður töfluna undanfarið og sitja núna í 7. sæti með 23 stig en eins og ég segi, það eru 4 stig upp í annað sætið. Bæði lið búin að spila 13 leiki í efsta sæti með 30 stig. Skagakonur töpuðu fyrir þeim í síðustu umferð 3-1 og þar sem að Íringar skoruðu 2 mörk í uppbótartíma. IH síðan situr í 3. sæti með 26 stig, Haukar á Álftanes með 25, Einherji með 24 og Skagakonur í neðri hlutanum í 7. sæti með 23 stig og það er eitthvað sem að þær eru enga megin sáttar við. Held ég að mér sé alveg óvægt að segja. Þá er fókusinn komin í gott lag hjá okkur og þá held ég að þetta sé allt saman að verða klárt. Liðsmynd að taka. Þetta er einnig fyrsti leikurinn sem að við sjáum í beinni útsendingu þar sem að Lucia Rodríguez er í markinu. Hefur verið að spila undanfarna leiki og Salka skipta á milli sín þessum leikjum meistaraflokks og annars flokks eftir því sem mér skils best. En einstaklega góðar aðstæður til þess að spila fótbolta, skýjað og hæg vestanátt og hún er svo hæg að maður finnur ekki fyrir henni, 1 metr á sekundu, það er alltaf hægt að kalla það vind. En forvindilegt verður þetta að sjá, nú er í rauninni eins og staðan í deildin er og gengið undan farið, þá myndi maður búast við því að í að sé í rauninni litla liði hérna í dag. En Skagalið með söguna á bakvið sig eins og ég kom inn á áðan og í rauninni má segja að sigur IA í fyrri umferðinni hafi nú verið bara komið mörgum og óvart. 5-4 og voru, ef ég man rétt, 4-1 yfir og svo 5-2 og Fjölnir minnkaði munin eða hvort það var náðið niður í 4-3 og síðan Vala María Sturludóttir skoraði þá 5. mark IA en þetta er komið í gang og Fjölnir byrjar að pressa hérna í þessum dökkbláu búningum sínum. Og það er Lovísa sem tekur innkastið. Harpa í baráttunni, kemur boltinn síðan hérna fyrir og hér er Fjölnir bara góðum málum. Erla Karitas hensalda frá Erna Björk, vinnur boltan. Og spilaði síðan tilbaka, Selma tilbaka á Rodríguez. Og það á Anita skiptir hérna yfir á Erlu Karitas. Fínasta sending, Selma, síðan með stungusendingur en Erna Björk ekki með á nótunum, bjóstu að fá hann í fætur hérna. Og Fjölnir búið að vinna boltan aftur. Júlia setur hann til hliðar á Ester Lilju. Ester síðan með hann inn á teiginn, skalla frá, Anna Þóra gerir það, Bryndís Rún síðan á annan boltan og broti á henni og aukaspyrna dæmt hér. Spræk byrjun hjá Fjölni.
Anna Þóra, Fjölnir pressar, Anna kemur með hann langan hérna fram, skalla frá Freyju Aradóttur, Samíra sem að spila hérna inn á miðsvæðinu með Bryndísi og Sunnu. Róberta með stungusendingunni fyrir Erna Björt ekki rangstað, fær boltan hérna upp í hendina og dæmt hendi. Erna Björt búin að vera að stimpla sem verulega vel inn í liðið, í rauninni hún kemur inn í liðið svona við fjarveru Samir Súleman og búin að skora 6 mörk og leggja upp 5 í sumar og efst í rauninni þar sem við köllum framlagspunkta hérna, samanlögð mörk og staðsendingar 11 stykki. Erla Karitas næst með 10 samtals, 5 mörk og 5 staðsendingar. Sunna Rún sem að lengi vel leiddi þessa tölfræði. Rodríguez með tæpa sending á Önnu Þóru. Sunna Rún með 3 mörk og 5 stóðsendingar. Unnur Ýr með 7 mörk markahæst, 7 mörk og 2 stóðsendingar og hér kemur hún með boltan fyrir markið yfir á fjær og þetta hreinsað í horn af Lovísu Maríu. Annars var Erla Karitas mætt til þess að fylgja þessum yfir línuna. Fínasta sókn. Ester, 22 laus. Ester, 22. Já. Það fyrsta hotspinnan hérna. Erla Karitas setur hann inn á nærsvæðið, boltanum skalla fyrir, frákastið Sunna í baráttunni en það Alda sem Anna María fyrirgefiði sem að Róberta stoppar hana. Það hendi á Öldu. Alda með 23 mörk í annari deildinni á þessu ári í 13 leikjum. Þetta reynt með ólíkindum. Langur bolti yfir á Erlu Karitas og rangstæð. Mikið barátta hérna. Alda kemur þessu í gegn hérna en það bara í fangið á Rodríguez í markinu. Anna Þóra aðþrengd. Anita út til vinstri, erfiður bolti fyrir Selmu og út af. Ég held að Skagavörnin verði bara að gíra sig inn í það verður pressað á þær þannig að þær þurfa ekkert að búast við því að hafa nokkurn einasta tíma á boltanum. Lovísa á Öldu. Sunna Rún vinnur á henni boltan og brotið síðan á Sunnu. Náttúrulega fyrirkomulagið á þessari deild allt öðruvísi heldur en í fyrra, engin úrslitakeppni sem slíka svo var í fyrra. Þannig að það bara deildakeppni í þessari 11 liða deild og þar við situr, þannig að það gríðarlega mikilvægt fyrir í að fara að koma sér á sigurbraut aftur, ætli að sér að komast upp úr þessari deild. Annars sætið alveg klárlega raunhæfur möguleiki en það gerist ekkert að sjálfu sér. Erna Björt alveg klárlega rangstæði þarna, býður með flaggið lengi en þetta var hárréttur dómur.
Bara spilum, Eva, koma. Gott Eva, gott ist hátt og kenn. Fínvörð hjá Selmu. Harpa, hvað nær? Ekki fara. Anna Þóra pressar vel á Öldu Ólafsdóttur hérna. Það vita allir leikmenn í þessari deild hver Alda Ólafsdóttir er og vita hvað hún getur. Þannig að henni verður ekki gefin eitt, skulum við vona hér. Alda með boltan út til hægri. Það er Ester að nálgast tegin, setur hann út í tegin á Öldu. Samira Súleman mætt til að hreinsa þetta út af og innkast. Selma skallar þetta frá, þetta á Ester og síðan rangstaða dæmt. Tveir aðri leikir í deildinni í dag. Tveir hófust báðir klukkan 6. Erna Björt vinnur boltan fyrir Ía. Erla Karitas kemur þessu inn að markinu og hann dettur ofan á netið, en IH tók á móti Völsungi klukkan 18 og Smári tók á móti Haugum klukkan 18. Við hef engar upplýsingar stöðu þeirra leikja. En þá kemur Fjölnisliðið, Freyja og til vinstri kemur langur bolti fram. Erna Björk duglega að finna svæðið þarna, finnur Sunna setur hann upp í hornið á Unni. Þetta er of framalega. Unnur hafði nóga reynslu til þess að stoppa bara þennan sprett strax, að vera ekki að eyða óþarfa orku í að elta bolta sem hann átti ekki möguleika í þarna. 10 mínútur liðnar, staðan 0-0. Skildu liðin á að bæta enn í marka súpuna sem að hafa fært aðdáendum sínum á þessu tímabili. Kemur langur bolti fram, Anna Þóra fyrst á hann. Má vandræðagangur á Lovísu þarna, en tilbaka á Evu Maríu. Sendingin ætluð Ester Lilju gekk ekki. Sunna Selma á Sunnu, tekur hann vel niður hérna og vinnur innkastið aftur. Harpa Sól vildi nú meina að Sunna hefði kannski tókað full mikið í hana þarna. Hún hefur kannski nokkuð til síns máls. Selma á Ernu og það er bara ráðist hálfpartinn á hana þarna. Eva María. Við heyrum að Magnús þjálfari ekki hrifinn af fyrirliðanum sínu þarna. Þá kemur Anita Sól og tekur þessa aukaspyrnu. Skaliði fjölmennt núna hérna við vítategin. Setur þetta kannski fullnálað markinu. Hvað annars? Þóra nær að skora! Frábær, mér fannst þess að þessi bolti væri of nálægt.
nei og framalega segi ég, en Anna Þóra Hannesdóttir stangar þetta í neti hér. Markið á 12. mínútu, frábær aukaspyrna. Þetta skulum við sjá aftur. Þegar við að sá boltan fara á stað, hann væri mögulega óvinnalega, en þetta er bara á fullkomnum stað á óverjandi skalli Önnu Þóru. Og já, fyrsta marktilraun Ía nánast skila sér í marki. Frábær byrjun á þessum leik. Þá reyna Fjölnisstúlkur að svara þessu. Fyrsta mark Önnu Þóru í sumar. Kemur á fínu tíma Samira á Sunnu. Tilbaka á Önnu Þóru. Anna út á Selmu. Sunna með pláss til að snúa þarna. Það vantaði kannski að láta hana vita. Þá getur Fjölnir sótt rætt hérna Alda. Það er frænkur ná að loka vel á hana, en enga síður kemur hún boltanum að Ester Lilju sem að fer hérna í árásina á Selmu. Selma bakkar full mikið frá henni finnst mér og kemur síðan skotið hérna í hliðanetið. Ágætlega leist hérna hjá Fjölni, en vantaði kannski varadekninguna svo Selma þyrði að láta almennilega vaða út í hana hérna. En það getur verið hættulegt að hörfa bara og hörfa. Tinna Sól vinnur hann fyrir Fjölni, en Róberta gerir þetta vel. Samira tekur hann niður. Finnur Sunnu, Sunna reynir að finna Samir aftur, gengur ekki, þá koma þær. Ester Lilja nálgast tegin, fer í skotið, beint í Selmu, finnur síðan Júlíu, Júlía leggur hann út, kemur síðan skotið og það var nú á leiðinni framhjá, en Lúcia Rodríguez varðan samt. Freyja Aradóttir hérna með ágæti skot, fínasta sókn hjá sjáum þetta hérna, þessi bolti alltaf á leiðinni framhjá, en Rodríguez að óþörfu kannski gefur hotspinnu hérna, og hversu típist væri það að fá mark á sig úr þessari hotspinnu þá. Kemur hún inn á tegin, boltinn nær að detta í tegnum en laus Bryndís síðan. Já, nú er ég sammála Skagakonum, hotspinna dæmt hinum einn. Og sjáum þetta hérna aftur, sýndist nú Bryndís Rún spyrna boltanum bara þarna í Ester Lilju og út af, en alltaf hættulegt þegar boltinn nær að detta bara laus í tegnum. Þetta er bara spurningum hver er grimmastur á hann. Þessi snúin inn að markinu og hann endar í netinu og það er mark. Fjölnir jafnar hér. Þetta var eitthvað mjög skrítið en erfiðu bolti. Já, hver er markaskorarinn? Það er ekki gott að segja. Við þurfum að sjá þetta aftur. Kemur spyrnan. Og þetta er sennilega Alda Ólafsdóttir sem á fyrsta skallan hana. Ég ætla að skrifa þetta á hana þangað til Anna kemur í ljós. Enn eitt markið hjá henni. Og Fjölnir búnar að jafna.
kemur Sunna fyrir Ía og vel gert hjá henni. Leikurinn fær að fljóta. Kemur sendingin út til vinstri á Erlu Karitas. Boltinn síðan inn á teiginn. Samira nær hún þessum. Jó, það gerir hún, vel gert hjá Samiru Súliman hérna út á Unni sem að kemur hún strax inn á teig og Fjölnir það ná að hreinsa þetta frá og í fætnur á Öldu. Alda á Ester. Ester síðan meðan langan fram á við en það er ekki að finna Samerja. Já, mörkin orðin 24 á árinu og rétt tæpar 18 mínútur liðnar. Kemur Lúcia með langan bolta fram. Samira nær ekki þessum og það eru Fjölnistúlkur sem eru grimmar á hann. Eva María yfir á Hrafnhildi og Freyja síðan kemur hérna djúpt sækir hann. Skiptingin yfir á Ester. Það er ekki, það vantar aðeins grimdina hérna boltinn inn á teig. Anita skattar þetta frá. Alda heldir. Unnur þá mætt í hjálpavörn hér. Róberta gerir ágætlega í því að koma þessu frá. Erna Björk tilbaka á Sunnu. Erla Karitas tilbaka á Anitu. Erna Björk á Erlu Karitas. Aftur á Anitu sem að kemur með hann bara langan. Þetta er aðeins svo mikið panik og patt. Þurfa held ég að, og ég vissum að Magni að sammála mér í því að það verða aðeins að bara róa sig niður og anda, nýta svæði, teygja á þessu. Svona ímyndilegt sem þarf að pílpúsa hérna. Alltaf tilbaka á Kellogg. Tinna Sól með langa skiptingu yfir á Ester sem er búin að vera mikið í boltanum hérna. Ester síðan reynir fyrir gjöfina en hún siglir aftur fyrir 20 mínútur liðnar, staðan 1-1. Mikilvægur leikur fyrir Fjölni en bara gríðarlega mikilvægur fyrir Ía. Það er, ég veit ekki hvort ég á þóra að segja þetta upp átt, maður óttast að bara þetta með já, ekki 3 stigum í dag, þá væri möguleikin á að fara upp úr sér deild að sigla pínu úr greipum skaliðsins en ég er búinn að segja það upp átt, þannig að það er of seint að bakka með það. Anita finnur Erlu Karitas. Erna Björk nær ekki til boltans. Fjölnisliðið gríðarlega grimma. Bryndís er það líka en Fjölnisliðið búið að vinna boltan aftur. Alda, Anna Þóra kemur þessu frá. Það er vinna boltan hann í. En er Ester komin hérna. Selma fer að hörfa. Þetta gengur ekki, hún verður að mæta fyrr. Ester komin hérna inn að markteig og Selma náði nú að þrengja henni hérna í skotinu. Anita. Þetta akkurat þarna hefði til dæmis Anna Þóra Varingi ekkert á að koma með þennan langa bolta. Aðeins yfirvegun, aðeins ró.
reyna að finna Samiru inn á miðsvæðinu, finna Bryndís inn á miðsvæðinu. Þetta eru bæði leikmenn sem geta haldið í boltan og þetta í rauninni skilar engu. Kemur langur bolti fram. Júlía skallaði hann áfram hann og komið með hann aftur. Skiptingin á Önnu. Alda finnur samherja þarna. Sunna Rún vinnur vel tilbaka. Erfiður bolti fyrir Ernu Björn. Og rangstað síðan dæmt. Skalið þarf líka að finna ógnanirnar sem að hafa fengist í sumar eru að mjög miklu leyti þegar að Unnurýr fær bolta og sendingar til að vinna úr út á hægri kantinum. Við höfum fengið að sjá það einu sinni í leiknum hingað til. Þarf að gerast oftar. Anita langur fram, beint á kollin á varnarlínu. Samira ætlar að fara þarna upp í hægra hornið, gengur ekki. Róberta. Bryndís, þetta er aðeins betra, þóra haldi í boltan aðeins. Anita. Á Samira lætur hann fara. Unnur fer í árásina og Erna Björn Kellogg síðan spynnir þessu frá beint á kollin á Bryndísi. Sunna nær að taka niður. Að þrengt þarna og Sunna brýtur síðan af sér. Eva María Alda á Ester. Getur verið langur dagur fyrir Selmu Dögg ef Ester ætlar að ráðast svona á hana trekk í trekk. Og það er Lucia Rodríguez. Skilur frá markinu. Freyja skallar hann fram á við. Júlía. Harpa Sól hérna, vel gerir þetta vel. Ester með fullt af plássi hérna. Kemur með hann út í tegi núna og þetta kemur skot. En eðvelt við að eiga fyrir Luciu Rodríguez sem að liggur eftir hér. Hvað það var, steig hún eitthvað vitlaust niður. Virkaði ekki svo hættulegt. Jú, hún fer utan í stöngina þarna. Næstu leikir hjá IA, þegar eiga Völsung hérna 19. ágúst á heimavelli. Síðan útileika móti IH, útileika móti Haugum og í byrjun september heimaleika móti KH og síðan heimaleik gegn Smáranum og að lokum að ljúka tímabilinu í lokaumferðinni 16. september gegn Álftanesi útivelli. Ættu að geta náð í töluvert stigum í þessum leikjum en það er ekkert gefið í þessu. Lucia Rodríguez í staðinu upp. Stefán Þórðarsson, sjúkraþjálfari hér að nota tækifærið og koma einhverjum léttum skilaboðum.
til varnarlínunar. Anna Þóra. Langur bolti, erfiður fyrir Erna. Grimm að taka hann hérna í lendingunni. Erla Caritas tilbaka á Selmu. Selma á Bryndísi. Tilbaka á Rodríguez. Og meðan langan fram. Beint á Hörpu. Alda, góða snúning hérna, hóta skotinu, fer síðan í skoti með vinstri. Lucia Verita og Róberta með fullta tíma hana, en gerir sér ekki grein fyrir því. Þetta var stór hætta. Og Samira brýtur síðan af sér, en þessi sókn hjá Ía Alda hérna. Sjáum hérna, þetta er akkurat það sem ég er að tala um. Róberta hefur, það er engin ástæða til þess að fara í einhverja hreinsun hérna. Og en Fjölnir hérna eiga aukaspyrnu á hættulegum stað. Taka þetta stutt hérna út til hægri. Lovísa María í fyrirgefa stöðu, setur hann inn að markinu, beint á Anitu Sól sem var hreinsan á frá. Erla Caritas nær að taka hann niður. Finnur Selmu, hún á Ernu Björt. Sunna, þetta er smá miskilningur þarna á milli þeirra. Lovísa, Selma gerir vel. Erla Caritas og Selma fellur síðan við hérna í. Og aukaspyrna síðan dæmt á Erlu Caritas. Hrafnhildur Árnadóttir býr sig undir að taka þessa spyrnu. Hún er bara varnarlínan full innanlega fyrir mitt leyti. Hrafnhildur sniður þetta inn að markinu. Anna Þóra skallar hann frá. Sunna framlengir, ekki langt. Freyja Samira vinnur hann fyrir Ía og þá finnur hún Unni hérna úti að hægra megin. Unnur fer á stað, en það eru fleiri fljótir en hún. Alda með frábæra móttöku. Reynir að lyfta honum inn fyrir. Selma skallar frá, beint á Öldu aftur. Nei, þetta er ekki Alda. Alda er hér hins vegar, fær boltan og tekur skotið. Það er einhvern veginn margt að falla með gestunum núna. Reynsunin hann beint á Önnu Maríu og skoti síðan víðs fjarri reyndar. Og ætlar Anita bara að spyrna langt. Finnur Erlu Caritas með Lofís í bakinu og fær síðan Júlíu framan á sig. Erna Björt sterk hér, en full sterk að mati dómarans. Anna María inn á tegin. Anita kemur sér frá, beint á Freyju. Samira brýtur á henni. Nú er að skapast einhver aðeins svo mikil, einhver svona pirringstemming í Skagaliðinu finnst mér. Þetta er bara, ætla að leiða mér að segja, skotfæri. Hrafnhildur ætlar að taka spyrnuna. Hrafnhildur setur þetta bara inn að markinu í kassan á Önnu Þóru. Boltinn laus og þetta er síðan skot frá Önnu Maríu fram hjá
Já, ég veit ekki hvað það er, hvort að Skalið er einfallega bara að setja of mikla pressu á sig eða eitthvað. Ég held að það gerir það svo sem engin annar en þær sjálfar, en þá einhvern veginn tapast frelsið til þess að gera það sem þú ert góður í. Það er bara þannig. Og ef það er að hugsa of mikið að þær verða að komast upp eða eitthvað slíkt, það er alltaf, þessi klísja virkar, einn leikur í einu, það er bara svoleiðis. Alda Lovísa kemur utan á hana, sendir sendingin upp í hornið, Selma fylgir þessum út af. Ríró, Herta Kardas búin að skipta um kant og brotið á ekki dæmt hér. Unnur í næra potunum hérna áfram. Unnur setur hann á Sunnu, vill fá hann aftur, sendingi frá Sunnu, misefnast hér. Annars var Unnur þarna á mjög góð hlaupi, rétt stæð. Sól er að snúa, setur hann út á Önnu Maríu. Anna og Ester búin að skipta um kant núna, þessi siglir í gegn á Lúsíu. Lúsía spilnir fram á við, ekki er það langt, boltinn látinn skoppa. Freyja fær hérna Bryndísi á sig, ekki þægilegt, og Bryndís fær smá tiltal. Hrafnhildur lyftir þessu inn á teginn og Róberta hreinsar frá. Lovísa, Fjölni, sendingin, þetta bjargast. Hrafnhildur, aftur á Lovísu, aftur skringileg sending hérna. Eva María skallar þetta bara beint á Samiru, sendingin frá henni, eins og að beint á Ester. Ester séð með hann langan fram, Anita leggur hann hreinlega út á Hörpu Sól. Sunnar hún vinnur boltan fyrir Ía. Selma aðeins og hár fyrir Erni Björt. Langur bolti fram, Anna María, Selma gerir vel. Kemur þessu frá, 10 mínútur rétt tæpar eftir að venjulegum leiktíma. Lovísa með innkastið á Öldu. Alda gríðarlega sterk hérna, Anna Þóra djöflast í henni og þetta er á endanum hotspinna. Já, Lúsía fær lítið pláss. Anita er ekki að hreinsa þetta frá. Unnur Ír gerir það hins vegar. Beint á Tinnu Sól. Bryndís vinnur hann fyrir Ía. Sunna setur hann upp í hlaupi fyrir Róbertu. Róberta nær þessum. Róberta fer í árásina. Finnur Sunnur hún. Sunna meðan fyrir markið. Samira! Súleman! Kemur í aftur yfir. Frábært upplaup hjá Skagaliðinu.
og Samira Suleiman skorar loksins aftur. Hei Fjölnir, áfram, höldum áfram. Já. Það mér fannst einhvern veginn lítið að ske, en þarna skaliði sterkt. Samira gríðarlega örugg þarna. Og Sunna Rún að leggja upp fyrir hana. Kannski má færa rök fyrir því að þetta sé gegn gangi leiksins. Einungis annað mark, þriðja mark fyrirgefið Samiru. Þriðja mark hennar í sumar. En 7. stóðsending Sunnu. Og spurning hvernig framaldi verður. Skalið búið að ná tvísvar fórustunu. Þar héldu þið nú ekki nema í 4 mínútur síðast. Anna María gerir þetta vel hérna, lyftir honum yfir til vinstri á Ester. Ester ekki rangstæð. Róberta vinnur hann fyrir Skagan. Þarf að snúa, vantar hjálpina hana Anita með langa skiptingu yfir beint á Evu. Anna María kemst fram fyrir Selmu hana. Harpa Sól á Öldu, Anna Þóra kemur þessu frá, beint í fætur á Erlu Karitas. Hún tilbaka á Róbertu. Út á Erlu Karitas sem að vinnur innkast. Samira sterk hana, vinnur annað innkast. Fimm mínútur eftir af fyrir hálfleik. Róberta fram á Ernu Björt. Hún einstaklega sterk í þessu. Samira gerir þetta vel. Tilbaka á Róbertu. Já, þarna tekjum maður þetta aðeins betur. Anita Sól. Sunna með fína pressu. Samira hefur nú tíma til að taka hennar niður. Út á Róbertu. Róberta leggur á stað. Hefur styrklið mikið frá því hún kom tilbaka frá KR. Samira. Og aukaspyrna dæmd á Róbertu Lilju. Og það Róberta að fara í bókina. Já, þetta fyrir mótmæli. Freyja, draðu Freyja. Kott inn núna, kott inn. Malin. Selma, boltinn berst á Bryndísi. Lovísa gerir vel, Samira komin aðeins meira inn í spilið. Sunna út á Unni, Sunna fer síðan á stað upp í hotnið. Sunna á flegi ferð hérna en Freyja bakkar vel. Kemur þess út af. Unnur tilbaka á Selmu. Selma lítur inn á teginn, reynir að koma að þessu. Erna Björt kemur vel á móti boltanum og henni var í rángstöðu.
Hrafnhildur lyftir hana fram á við, Anita Sól á undan í þennan. Þetta Karitas tilbaka á Róbertu, á Anitu. Þetta miklu betra eins og hafi fengið einhvern veginn smá sjálfstraust í það sem að gera Skagaliðið núna. Þóra að halda boltanum, kemur sendingin inn fyrir, Unnur Ýr ekki rangstæð eða hvað? Nei, hún ekki rangstæð. Sunna Rúne með henni, Sunna þarf að bakka aðeins eftir þessari sendingu, leggur hann út og Samir sem fer í skotið en það yfir markið. Fínasta sókn enn og aftur. Bara setja hann á ramman hann Samira. Skagaliðið á þetta innkast. Styttist í hálfleiksflautið. Voru reyndar smávegilega tafir á hann. Gæti verið að fáum allavega kannski mínútu í uppbótartíma. Þar sem að Lucia Rodríguez þurfti smá aðhlynningu. Kemur skiptingin yfir á Önnu Maríu hér. Selma lokar á hana, kemur yfir og fjær, Anita skallar þetta frá og Bryndís Rún síðan á Unni sem að hreinsar þetta almennilega frá. Eva með stungusendingunni upp í hotnið, það er nóg pláss þarna fyrir Önnu, boltinn fyrir markið og Alda Ólafsdóttir þarna nær ekki hreinu skot á markið. Þetta er pínu hættulegt þetta svæði hér úti hægra megin. En í rauninni Skagaliðið heppið þarna að markarhókurinn Alda náði ekki að hlaða í almennilegt skot þarna. En hvort að það er skipun þjálfara eða hvað, en þá er Selma dregur sér mjög mikið inn að miðju sem að hefur skapað mikið pláss bæði fyrir Önnu Maríu núna í síðari hluta hálfleiksins sem og Ester í fyrri hlutans. Venjulega leikti með liðin. Kemur Lóvísa með innkastið. Fram á Öldu. Anna María kemst fram hjá Bryndísi, reynir að lyfta honum hérna fram á við. Alda vel staðsett þarna til að taka þennan. Sunna kemur í hjálpina og heyrði boltan að henni. Unnur leitar að Ernu Björk, finnur ekki. Samira kemur og vinnur boltan. Erna Björk síðan setur hann inn fyrir í hlaupi fyrir Erlu Karitas. Nær hún þessum, já hún er á undan Hrafnhildi í hann. Erla Karitas ennþá flegiferð hérna, vantar stuðningin, kemur með hann fyrir markið en þarna var bara vantaði ennþá í hlaupið og þarna var smá árekstur milli Samiru og bara Eva, nei Lóvísa. En það er bara innkast sem að Skagaliðið á hérna framalega á vellinum. Væntanlega lítill tími orðið eftir. Selma, Erna Björk tekur hlaupið hérna upp að endamörkum. Finnur Unni, Unnur fer á stað, missir hann aðeins frá sér. Og Eva hreinsar þetta síðan frá.
Anna Þóra í kapplöpu við Öldu, hefur betur. Aníta aftur út til vinstri og vinnur innkast fyrir Skagan. Arna Björn með ágætis hugmynd þarna. Selma átti þessa snertingu, það held ég sé óvægt að viðurkenna það. En nú eru konar 2,5 fram yfir. Hlýtur að fara að vera komið. Kemur löng sending fram, Selma skalla frá, Bryndís framlengir, Unnur á Ernu Björn sem að setur hann upp í hornið í hlaupi fyrir Unni aðeins og framalega. Og Eva kemur þessu tilbaka á Kellogg. Og þar með flauta til hálfleik. Skalið leiðir í hálfleik 2-1 með mörkum Önnu Þóru Hannesdóttur á 12. mínútu og Samiru Súliman á þeirri 37. eftir að Alda Ólafsdóttir jafnaði á 16. mínútu. Við skulum rifja upp mörkin rétt áður en við förum hér í pásu. Aníta Sól með aukaspyrnu hér utan að kanti sem að Anna Þóra ræðst á af krafti, skallar í nærhornið og kom yfir í rauninni gegn gangi leiksins en Alda Ólafsdóttir eftir röð hornspyrna þá skráist þetta mark á hana hér. Í rauninni Lucia Rodríguez aðþrengt og gat lítið gert í þessu en Samira Súliman skoraði og kom í 2-1 hérna á 37. mínútu eftir gott upplaup. Sunna Rún með frábæra sendingu og Samira setur hann inn fyrir línuna og þar við situr. Við förum að segja þetta gott að fyrri hálfleik, komum aftur hérna eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, góða kvöldið enn og aftur, velkomin hér að viðtækjunum á ný fyrir síðari hálfleik Ía og Fjölnis, staðan 2-1 fyrir Skagalið í hálfleik. Má alveg deila það hvort að það sé sanngjarn staða, en þær eru búin að skora meira, þannig að það er sanngjarnt öllum lögmálum leiksins. Kannski gaman að fara yfir einhver svona algjörlega þarflausa tölfræði sem við höfum verið að safna að okkur strákarnir á Ía TV. Þessi leikur er 80. Leikurinn sem við sýnum í beinni hjá meistaraflokki kvenna síðan árið 2017 sem við byrjuðum strax á okkar fyrsta starfsári. Þá hófum við útsendingar frá kvennaleikjunum og þetta er leikur númer 80. Þar af hafa unnist af þessum 79 leikjum sem búnir eru hafa 44 þeirra unnist, einungis 7 sinnum verið í jafntefli og 28 tapleikir, en það eru tvær skiptingar hjá Fjölni. Inn á koma leikmenn númer 99 og 18, það er Katrín S. Viljámsdóttir og Freyja Dís Reynsdóttir. Freyja Dís númer 99 og Katrín númer 18. En í þessum kvennaleikjum sem við höfum sýnt hingað til hafa verið skoruð heil 359 mörk. Með þessum mörkum talið sem eru komin í þessum leik. En komumst að því fljótlega hverjar hafa fengið að víkja í Fjölnisliðinu. Hvort það er Ester, já, mér sýnist það, Ester Lilja Harðardóttir og Lovísa María sýnist mér svona í fljótu bragði. Þá koma Fjölnis konur ætla að byrja hérna síðar áleikina. Krafti Bryndís gerir ver. Skagalið verst fimmlega hérna. Þá er Unnur Íra að sleppa í gegn. Unnur missir hann aðeins frá sér og á endanum aftur fyrir endamörk. En í liði Ía er þannig skipað í markinu er Lucia Lebrero Rodríguez, í 4 manna varnarlínu Róberta Lilja, Anita Sól, Anna Þóra og Selma Dögg. Á miðjunni Samira Súleman, Bryndís Rún og Sunna Rún. Út á köntunum Erla Karitas og Unnur Ír og Erna Björta í fremstu víglínu í nýjunni. Lið Fjölnis er þannig skipað að í markinu er Caitlin Kellogg, í 4 manna varnarlínu hjá þeim. Þar eru Rafnhildur, Eva María og Freyja komin þar núna. Freyja Aradóttir og Freyja Dís kom inn í bakvörðinni núna í hálfleiknum. Síðan á miðunni eru þær Tinna Sól, Harpa Sól og Júlía Katrín. Og fremstu þrjár, Katrín, Alda Ólafs,
og Anna María kemur sendingin inn fyrir Katrín og Róberta kemst fyrir þessa fyrirgjöf og hornspyrna Fjölnisliðið að byrja hérna krafti. Það var eflaust verið pínu súrar og súr með í rauninni afrakstur fyrir hálfleiksins. Þar voru lengst af betri aðilinn í leiknum, ég held að það sé óhætt að segja það. Kemur hornspyrnan frá vinstri inn að markinu og aftur endar boltinn í netinu og aftur er það Alda Ólafsdóttir sem að allavega virðist ætla að taka heiðurinn að þessu. Þetta var mjög keimlíkt fyrra markinu. Skulum sjá það aftur. Hérna aftur inn að markinu. Og jú, það er Alda sem á skallan fyrir að varnarmanni vissulega og svo þaðan inn. En ekki góð byrjun á síðari hálfleik hér fyrir heimaliðið sem var búið að ná vopnum sínum nokkuð vel. Samira út á Unni, Unnur nær ekki að taka við honum. Erna Unnur með hann yfir á Fjær. Freyja skallar hann frá. Erna Björn nær að hirða hann upp hérna út á Bryndísi sem fer í skotið en það er vel fram hjá. 2-2 er staðan. Fjölnisliðið að uppskera hérna bara eftir kraftmikla byrjun í síðara hálfleiknum. Hrafnhildur á Júlíu, aftur á Hrafnhildi, sendingin frá henni beint á Bryndísi. Unnur á Ernu, tilbaka á Bryndísi sem að segja hann lyftur honum upp í hornið á Unni. Unnur nær þessum, fullt af gulum treyjum í tegnum, sendingin fyrir, Erna Björk lætur að fara og Samira rétt missir á honum. Frábært upplaup en þá kemur skyndisókn í áttina. Anna María reynir sendingunni í gegn, ótímabær sending. Þá getum við kannski séð aftur þetta færi. Unnur með hættulegan bolta hérna eftir jörðinni. Það er Erla Karita sem að hælar hann hérna í áttina Samiru. En Samira nær ekki til boltans. Það er Fjölnir sem á þetta innkast. Og hvað er nú? Gult spjald á er það Anna Þóra Hannesdóttir eða er það Selma? Það er ekki alveg skýrt. Allavega var Selma í einhverjum samtali við aðstoðardómarann að það. Ég ætla að gefa henni þetta. En verður þá leiðrétt. En það er leikskýrslan ekki skráð eftir útsendingu í TV. Smá miskilningur, Erna Björk nær að hirða þennan upp. Nær ekki að koma nú fyrir markið, Hrafnhildur lokar vel og þá er hornspyrna sem að skaliðið á. Og það er Sunna Rún sem að tekur hana. Kemur boltinn inn á teig og hann rekkur í netið! Og hvað er aukaspyrna dæmd? En á hvað? Hvort það var brotið á Caitlin Kellogg þarna. Og skalið verður að passa sig, kemur langur bolti fram.
og mikið pláss hérna, sendingin yfir Alda Ólafsdóttir. Anna Þóra nær að stoppa hana, gerir þetta vel hér. Þetta verðum að bíða eftir tækifæri til að sjá aftur þetta, já, mark sem var ekki dæmt mark. Gerir það núna. Skulum rýna í, jú, það er Erna Björn sem að hindrar Caitlin Kellogg þarna, það er ekkert við þess að segja. Spilum boltanum, maður! Hættum þessu löngu sendi. Kom Alda, yes! Nær, Anna! Yes, Júlia! Bryndís. Já, svona! Tilbaka á Róbertu, Unnur. Frábærlega gert hjá Tinnu þarna. Skæra þetta. Róberta. Tinna skattar hann út af. Ok, meira. Róberta. Mjakast hérna upp eftir línunni. Og ólöglegt innkast. Róberta hefur væntanlega stigið inn á eða eitthvað slíkt. Tinna að Öldu. Hún er að snúa, reynir sendingunni í gegn. Júlia missir boltan. Unnur Ír skiptir yfir, skalla frá að Efi Maríu. Alda kemur hérna á rangstöðu eða hvað? Nei, gerir það ekki. Aldas reynir sendingunni í gegn. Anna Þóra les það. Bryndís tilbaka á Róbertu. Róberta á Unni, hún finnur Bryndísi, þetta er vel spilað. Erna Björn á Sunnu, Sunna Rún síðan upp í hlaupið hjá Unni. Frábærlega spilað hjá Ía. Sendingin kemur snemma. Alveg yfir á Samíru. Freyja til varnar. Samíra nær að haldunum, kemur á Sunnu. Sunna síðan inn á tegin yfir Ernu Björn og Tinna skalla frá. Erna færir hana síðan á Bryndísi. Þarna spurning hvort að hagnaðurinn er mikill þegar möguleiki væri á aukaspyrnu þarna rétt fyrir utan tegin. Boltinn rekkur inn fyrir og Samíra Súleman kemur yfir í skalinn yfir hér. Það var ekkert hægt að taka þetta mark af. Samíra nýbúin að skora mark sem var dæmt af henni. Samíra kemur Ía yfir í þriðja sinn í leiknum. Þetta var eitthvað pínu slísalegt hérna. Róberta með fasta sendingu inn að teiknum, rekkur inn fyrir og Samíra leggur sig alla í að ná í þennan bolta á undan Kellogg í markinu og þetta mark stendur 3-2 og enn eitt markið sem við fáum í leikjum þessara liða á þessu ári. Þetta er eitthvað magna að gerast. Mörkin orðin 27 í 3 leikjum og ég er einhvern veginn mig grunar að þau séu ekki búin. Já, þarna bara ekki saman dómarónum en það er sá sem er með flautuna sem ræður þessu og hann vill að Ía taki þetta innkast. Samíra kom með 2 mörk hérna í þessum leik. Búin að tvöfalda markareikning sinni á tímabilinu. Anna Þóra langan fram. Samíra vinnur boltan fyrir Ía. Kemur hún inn fyrir á Unni sem er í rangstöðu sem var eins gott fyrir Fjölni því að Samíra Súleman var sloppin í gegn. Sjáum þetta aftur hér. Hér er Unnur fyrir innan. Algjörlega hárréttu dómur.
Fyrst hélt í að fórustunni í 4 mínútur, síðan í 19 mínútur. Og enn ein hornspyrnan hérna frá vinstri. Bæði mörk Fjölnis hafa komið úr þessari átt. Ég hef eina skoðun á þessu þegar að lið gera þetta að hópast svona í kringum markvörðin, hvort að varnarmenn eigi að vera þarna líka vegna þess að það bara í rauninni fjölgar í þessum vegg sem að er í kringum markmanninn. Og eins og við sáum í tilfelli marksins sem að var dæmt af í að það sem að Erna Björt var var dæmt brotleg af því að hún var að hindra Kellogg í markinu þá. Auðvitað áhætt að taka svo sem. Frábæri vörn hérna hjá Sunnu Rún. Sunna hundelt. Reynir að finna Unni, gengur ekki. Tinna les þetta, Róberta les það. Og boltinn síðan hrekkur af Júlíu og út af. Róberta fram á Ernu Björt, tekur vel við boltanum. Sunna Rún missir hann frá sér, vinnur hann aftur, missir hann aftur. Júlía, sendingin yfir, ekki nógu nákvæm. Selma lætur hann fara út af. Hann bara verður að fylgja reglunum. Hann má verður að fylgja reglunum. Ég veit ekki hvort að þetta er að heyrast heim í stofu. Það er hérna ákveð samtala í þessi stað hérna milli varamannabekkjana. Eitthvað atvik hérna rétt áðan. Samira Súleman fær aukaspyrnuna. Það er smá kergja í gangi hérna. Skalið tekur sér góðan tíma í þetta. Anna Þóra ætlar sennilega að losa hennar bara langt upp öllin. Gerir það. Skalla frá, beint á Bryndís í Rún. Bryndís hér hlaup frá Unni og Erna Björt hér. Erna Björt komin inn fyrir og Kellogg fyrir í hana. Þetta hlýtur að vera víti. Já, ekki spurning. Frábær, nei, markspyrna. Ég sá hann benda í áttina markinu. Erna Björt potar hér boltanum og Kellogg fer í fótinn á henni. Já, ég er ekki mikið fyrir að gagnrýna dómara en þetta er held ég algjörlega rangur dómur. Því að Erna Björt er aldrei að fara að láta sig falla þarna viljandi. Alda fyrir Fjölni, boltinn fyrir markið og siglir aftur fyrir. Sjáum þetta einu sinni en hérna örlítið hægar. Eftir smá stund, Anita með langan fram. Erna Björt flikkar honum áfram á Samiru. Samira næra pottunum inn fyrir með höfðinu. En það ná að koma sér frá, ekki langt. Erna Björt út til hægri á Unni. Unnur nær þessum, fullt af gulin treym á leiðin minn og tegin en þessi fyrirgjöf aftur fyrir og þá getum við kannski séð aftur þetta atvik. Sjáum þetta hér. Fer klárlega í fætunar á henni. Og í minni bók er þetta aldrei annað en vítaspyrna þar sem þetta á sér stað innan vítategs. Og þetta er atvik sem að munur eflaust verða í umræðinu eftir leik ef að þetta hefur áhrif á úrslitleiksins alveg klárlega. Vonum að sjálfsögðu dómarans vegna að það verði ekki þannig. Það er aldrei gaman þegar umræðan snýst það. Og leikurinn fær að fljóta hérna. Sama Erna Björt er aðeins að falla aftar núna og Samira komin meira í þessa típisku nýju
en skalið að falla frekar djúft. Anita skalla frá, Unnur kemur á móti þessu, Hrafnhildur á undan, Tinna út á Katrínu, fær Tinna að boltan aftur hér, það fá töluvert pláss. Skalið allt á síðasta fjórðung hreinlega boltinn í áttina tegnum, fleytt áfram en Lucia tekur hann einfallega bara niður og það er nú ennþá tæpur hálftími eftir, það er spurning hvort að þetta er tímabært. Lucia spilnir frá markinu, Harpa Sól vinnur skallan, sem kemur löng sending inn fyrir Erla Karitas, eldir Freyja til varnar, Erla Karitas nær að komast á hægri fótinn hér, vantar stuðningin, sendir hann yfir til hægri, Bryndís í kapplöpu við Tinnu sem er á undan, kemur þessu frá. Róberta á unni, nær að taka með sér en missir hann frá sér síðan. Tinna langur bolti fram á Öldu sem að tekur vel á móti boltanum og Róberta komið niður fyrir hana. Alda sendir hann hérna upp í hornið á Katrínu. Katrín séð með fyrir gjöfina inn að markinu en Lucia grípur þennan auðvitað. Lucia spillir fram, til barata, Bryndís og farið í fótinn á henni þarna og Alda Ólastóttir dæmd brotleg. Kemur Anita vantanlega með langa spyrnu fram, varnarlínan töluvert aftalega þessi sending og innanlega hvað Unnur nær til boltans en nær ekki að stýra honum fyrir markið. Sjáum hérna staðfestingu af markaskorurunum hingað til. Eva Maria með langan bolta fram, Alda eldir hérna, Anna Þórður á undan, Anita nógan tíma núna, horfir fram á við, reynir sendinguna inn fyrir á Ernu, gengur ekki, lesið af fyrirliðanum, Sunna Rún vinnur vel tilbaka, vel gert hérna hjá Júlíu Katrínu, stendur af sér hérna allan hennan pakka, sendir boltan á Öldu, Alda með sendinguna hérna of aftarlega fyrir Hörpu Sól og þá kemur í að Erla Karitas á Ernu Björt, hún er ekki rángstæð, Erna Björt er að komast hérna inn fyrir, vantar stuðningin, Erna komin inn á teig, setur boltan yfir á fjær en þarna eru bara hlaupin of aftarlega ennþá, það náðu ekki að halda í við hana. Spurning hvort það hefði verið freistandi fyrir Ernu Björt að hreinlega bara setja skot á markið þar sem að stuðningi vantaði. Það er auðvelt að sitja hér og segja þetta. Katrín með nógan tíma, Sunna Rún. Harpa. Tapar boltanum, Bryndís með góða tæklingu, Erna Björt hefur tíma til að snúa. Setur hann út til vinstri á Unni, Unnur leggur á stað. Unnur ennþá með boltan, Freyjan er að hæja á henni hérna. Og Unnur tilbaka á Selmu, nei, þessi er út af.
skrítin sending hérna, Erna Björk ekki í vandræðum með að ná í þennan bolta. Erla Caritas, hún ákveður að hlaði skotið fyrir af Tinnu Sól og þaðan til Caitlin Kellogg í markinu. Hrafnhildur lyftir þessu fram, Katrín skallar hann inn á miðsvæði, þar er bara Bryndís Rún á Ernu Björk. Erna finnur Bryndís síðan í hlaupaleðina fyrir Erlu Caritas, vel lesið að Tinnu Sól og Anita les þessa sendingu frábærlega. Anita horfir síðan yfir en reynir, já, skot nær ekki að lyfta honum nóg. Kellogg var nú framalega í markinu þarna. Fín varnarvinna þarna hjá Unni og aukaspyrna síðan dæmd á Selmu Dögg. Og hennar að Hrafnhildur sem að tekur þessar spyrnur, lyftir þessu hérna inn á teginn. Boltinn rekkur á Öldu Ólafsdóttur sem nær skotinu en Lúcia ekki í vandræðum með þetta. Hættulegar í föstu leikadreifunum og alltaf einhvern veginn er Alda einhver staðar í kringum boltan ótrúlega þefnæm á færin. Boltinn út á Katrínu. Samira bakkar vel með Harpa. Frábær tækling hjá Bryndísi. Erna Björk hefur ekki svona mikinn tíma, leggur hann út á Selmu. Selma vel gert hjá henni upp í hornið og Freyja nær að pota táni í boltan. Býst fastlega við því að við fáum að sjá Völu Maríu Sturludóttur hérna koma inn á bekknum. Hún hefur verið svona, já, náttúrulega ekki fastamaður, hún hefur verið notaður varamaður í nánast öllum leikjum sem að hún hefur verið í leikmannahópnum. Gerir nú ekki ráð fyrir að verið mikið hrært við varnarlínunni í þessum leik. Önnur, það er að taka vel við boltanum hérna. Sunna fleytir honum áfram, Hrafnhildur kemur þessu frá. Og Freyja síðan framlengir á Júlíu. Harpa Sól á flegiferð hérna, nálgast vörnina. Anita stígur á móti. Það er að reka hana í burtu. Júlía út til hægri á Önnu. Anna með boltan fyrir markið og Lúcia grípur inn í. Mikilvægt hjá henni. En annars mjög efnilegt upphlaup hjá Fjölni. Það var sendingin aðeins of innarlega. Bryndís og Erla Caritas gerir þetta vel, stígur Tinnu út hérna, fer á ferðina, kemur boltanum fyrir á Ernu Björk sem að boltinn er að taka boltan með sér. Erna Björk Elíasdóttir bætir við 4. markinu. Frábær sókn. Og Erna Björk er bara búin að eiga sitt allra besta sumar, ætla ég að leyfa mér að segja, í markaskorun. Frábærlega klárað, kannski heppnin með henni. Sjáum þetta aftur hérna. Erla Caritas fær nú skráð á sig stóðsendingu fyrir þetta, það er nokkuð ljóst. Og nú geta Skagamenn andað örlítið léttar. Og Erna Björk fær að launum Vassopa af bekknum og
En Fjölnisliðið ekki af baki dottið. Erna Björt kemur og tekur við boltanum. Leggur hann til hliðar á Sunnarún. Sunnarún með flotta snertingu, þarna brotið á henni. Og aukaspyrna dæmd að lokum. Kemur skipting hjá Hrafnhildur upp á miðju. Það er Freyja Aradóttir sem kemur að velli. Petra Hjartardóttir komin inn á. Kemur Samira hérna laus í tegnum en er rangstæð. Erna Björt að skora sitt 7. mark á tímabilinu. Erla Karitas með sína 7. stoðsendingu. Það kemur Katrín. Bryndís búin að stimpla sig vel inn í leikinn. Bryndís þarna á miðjunni. Erna Björt setur hann inn fyrir. Unnur Ýr á hlaupum. Freyja eldir. Unnur Ýr fer í skotið og yfir markið og er dæmd rangstæð. Seint og síðan meir. Sjáum unnið þarna, jú, mögulega er hún komin þarna örlítið inn fyrir. En áhugaverð tilraun. Þá er aftur skipting hjá Fjölni. Marja Sól að koma inn fyrir Hörpu Sól, sýnist mér. Engin skipting ennþá hjá IA. Það kannski getur verið varasamt að breyta liðinu í þessari stöðu of mikið. Veit að það hefur verið umræðið um það hérna á Skaganum að það hefði einmitt gerst í leik gegn, hvort það var ekki gegn Álftanesi, þar sem að staðan var mjög góð, hvort það voru 3-1 yfir eða 3-0 yfir og gerðar margar skiptingar sem að einhvern veginn endaði með því að Álftanes jafnaði þann leik 3-3 undir lokin. Leikur í að riðlaðist, ekkert dæmt þarna. Alda nær að snúa. Alda komin upp að enda mörkum. Anna Þóra gerir vel. Alda ennþá með boltan hins vegar. Marja Sól reyndi fyrirgjöfina, hann að gengi ekki. Og þá er skipting Skagamein. Vala María Sturludóttir að koma inn á fyrir Samiru. Heyrist mér. Samira búin að eiga flottan leik, skora 2 mörk. Rauninni skora 3-1 dæmt af. Henni fagnað ákaft hér. Samira rekin út af. Það væri nú komin á þann aldur að maður myndi skilja það, hún væri bara þreytt. En Vala María kemur iðulega inn á til þess að láta finna fyrir sér. Einstaklega vinnusöm og ákveðin unga árum, eins og ég hef margótt komið inn á.
Róberta reynsar þetta frá. Vala María kemur bara inn á miðsvæðið þarna með þeim Sunnu og Bryndísi. Vala María strax komin í baráttunni hér, vinnur boltan, reynir að finna Sunnu, gengur ekki. Hrafnhildur stígur inn í þessa sendingu. Petra yfir á Eva með hann langan fram. Júlían er að fleyta honum áfram á Öldu. Alda fer í skotið og frábært mark hjá Öldu Ólafsdóttur. Ég er að segja ykkur að leikir þessara liða. Alda Ólafsdóttir að innsigla þrennu sína. Sjáum þetta aftur hérna, þvílíkt mark á Öldu. Algjörlega óverjandi fyrir Lucy í markinu. Og þetta er aftur orðin leikur. Þetta er bara, verður ekkert búið fyrir það er bara flautað af. En þá 10 mínútur eftir rúmar af venjulegu leiktíma. Fyrri leik liðana lauk með 5-4 sigri ÍA. Og þar skoraði einmitt Alda Ólafsdóttir þrennu einnig. Mörk ÍA skoraði Samira Súleiman, Unnur Ír skoraði 2, Sunna Rún 1 og Vala María 1. Alda meðal annars með marki á 50 mínúti í uppbótartíma, en hér koma Fjölnismenn, Fjölniskonur, Lúcia út úr markinu og er á undan í boltan. Lúcia spyrnir frá markinu. Sunna Rún er ekki að skalla hann áfram. Júlía er fyrst á boltan. María fram á Öldu. Sendingin í gegn. Selma er fyrst á boltan. Róberta reynsar frá. Ekki langt. María. Talandi unga og efnilega leikmenn. María Sól, þessi bolti væntanlega aftur fyrir María Sól einnig. Fædd 2008 líkt og það er Vala María og Sunna Rún. Anita langan fram á kantinn. Tinna tekur hann niður. Katrín, Vala María eldir. Katrín gerir þetta vel, kemur boltanum inn á teiginn. Þar er Anna María, nær ekki að gera sér mat úr þessu. Skulum átta okkur á því að sigri Fjölnir í þessum leik eru þær komnar með 7 stiga forystu á ÍA í öðru sætinu. Unnur með skotið, Keitlín Kellogg ver þetta. Kemur langur bolti fram. Róberta missir af honum. Katrín stekkur á hann hérna fyrir aftan. Bryndís Rún eldir. Boltin inn á teiginn. Anna María. Anna Þóra lokar á hana. Anna sendir hann tilbaka. Tinna á Hrafnhildi sem er komin fram á miðjuna núna. Erna Björt og Vala María nær ekki þessum bolta. Tinna hirði boltan af henni út á Katrínu. Katrín meðan háan fyrir Lucia Rodríguez rétt missir. Virtist vera að missa boltan frá sér þarna, en allt kom fyrir ekki. Þessar lokamínútur verða örugglega lengi að líða fyrir okkur heimamenn hér, heimafólk. Lucia spyrnir fram en fær boltina, skoppa hann á miðsvæðinu, ekki hrifin að því.
Vala María er að vinna boltan fyrir Ía. Erla Karitas á Völu, sendingin inn fyrir, en ef að kemur svo tilbaka, nú bara þarf Ía liðið að sína kjarkinn, þóraðin fram að halda boltanum. Smá hugsana feill þarna, einbeitingarleysi já Evu, nú þarf bara Ía liðið að halda boltanum aðeins. Sunna Rún, Erla Karitas dregur sig út til að hægri, fær hann, fer í árásina á móti Tinnu, boltinn út í tegin, hreinsa frá af Hrafnhildi. Róberta í kapphlaupi við Katrínu, Katrín hefur betur og Róberta pressa vel á hana og boltinn fer út af. Hann að gera vel að stíga fram fyrir Erlu Karitas þarna. Róberta kastar inn á Sunnu, tekur vel á móti boltanum. Vala tilbaka á Róbertu, Róberta setur hann inn á tegin, boltinn laus þar og Kellogg missir boltan frá sér en dæmd aukaspyrna á Ernu Björk. Fjölnisliðið, nú liggur þeim á. Caitlin Kellogg hérna að dansa á línunni. Það er gott tiltal hér. Þetta aukaspyrna væntanlega vel inn í vítateig. Já. Kapp er best með forsjá. Ekki of neðarlega, segir. Þarna hefði Erla bara átt að taka boltan niður. Við viljum ekki fara í þetta panik. Og óðagótt hér. Róberta gerir vel hérna og vinnur aukaspyrnu. Staðan var 4-3 í fyrirleikliðana þegar að Vala María skoraði 5. marki í á 89. mínútu. Eitt af þeim mörkum sem tilnefnt var hjá okkur sem mark fyrir umferðarinnar, sem að sjálfsögðu var Sunna Rún Sigurðardóttir, mark hennar gegn Sindra hérna í Akraneshöfn. Vala María skallar hann áfram, Erna Björk við það komast í boltan. Selma vinnur þennan. Vala tekur hann niður, sendir hann fram á við. Sjáum aftur þetta hér, þessa aukaspyrnu. Anita með langan bolta, Vala María fleytir honum áfram. Spurning hvort að Erna hefur verið rángstæð þarna, en það var allavega ekkert plagg sem fór á loft. Kemur langur bolti fram, Alda nær að taka niður, Bryndís heyrðir hann af henni, kemur honum á Ernu, Erna nær ekki að taka niður. Heyrðum hérna áðan Magnúður Guðlaugsdóttir þjálfara kalla á liði, ekki falla of langt niður, ekki of langt niður. Alda nær að snúa hér, leggur hann tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur lyftur þessu út í áttina Maríu, Selma skallar frá og innkast. Fáum við 30. markið á árinu í þessum leik. 30. markið í leikjum þessara liða. Bryndís skallar þetta frá, Vala María reynsar. Boltinn berst til Freyju. Freyja reynir að koma honum inn á tegin aftur, gengur ekki. Vala María skallar frá. Erna Björk nær ekki boltanum af Hrafnhildi. Petra. Langur bolti fram á við, Róberta skallar frá. Vala María fyrst á boltan. Og einur innkast. Sýnist ekkit vera neitt farasnið á varamönnum. Já, Bryndís með sendinguna sem er ekki nákvæm. Katrín. Hrafnhildur, Erna Björk gerir vel í að stíga hana út hérna.
finnur Völu Maríu, Unnur fer í hlaupið, Vala tapar boltanum hann í augnablik, kemur svo með hann beint í Evu, kemur langur bolti fram, Anna Þóra skallar hann hérna út til hægri og út af. Katrín snögg að taka þetta, finnur Öldu, Anita til varnar, gefum enga hotspinnu þarna megin, Alda út á Hrafnhildi, Hrafnhildur tíjar upp í skotið en það vel yfir markið og andað léttar hérna í stúkunni og brekkunni. Sjáum þetta er gott færi en hún er ekki að halda honum niðri. Langur bolti fram á Ernu Björn, Vala nær að taka við honum síðan, setur hann inn fyrir á Unnur Caitlin Kellogg út úr tegnum og er bara, þurfti ekki einu svona hlaup út úr tegnum, hún var þar bara. Kemur langur bolti fram, hér liggur einn skamaður, Selma Dögg, Fjölnir heldur sóknin áfram, María með boltan fyrir markið og Róberta lætur þennan fara. Ég held að sé Selma Dögg Þorsteinsdóttir sem að liggur hérna, komið með krampa, sýnist mér búin að hlaupa mikið. Og þá fer Stefán Þórðarsson inn á. 4 mínútum bætt við, heyrist mér. Það hefði ekki verið mikið tafir, vissulega nokkra skiptingar. Það hafa gengið hratt og vel fyrir sig. En auðvitað þessar sekúndur sem er að líða núna meðan að Selma liggur Birna Rún köllu til. Spurning hvort að Selma Dögg er hreinlega bara búinn í dag. Birna Rún Þórólfsdóttir. Ég er ekkert vissum að spurning hvort að Stefán hefur náð að nutta þetta úr henni. Einstaklega hæfileikaríkur nuttari Stefán Þórðarsson. Birna Rún er bara að gera sig klára. Ég held að Selma sé, hún er klár. Nei, hún er ekki klár. Hún er ekki tilbúin. Jú, hún er tilbúin. Leifir hann að leifir skiptinguna, já. Dómari, það geta ekki við 4 mínútur eftir. Nei, við förum örugglega klálega í hátt í 96. Selma Dögg kemur af velli og Birna Rún Þórólfsdóttir kemur væntanlega bara í vinstri bakvörðin. Kemur enda svo með langa spyrnu. Ég gerir ráð fyrir því að við förum í 96 mínútur. Erla Karítas nær að taka niður og brotið á henni hérna hlýtur að vera ekki dæmt. Katrín af stað og óheppin hérna sparkar í jörðina. Nú þarf Skalið að þrýsta sér upp eins og það geta. Gengur ekki að liggja bara tilbaka og hleypa þeim til sín. Freyja með boltan inn á tegin. Lúcia grípur þennan þægilega og nú er spurning hvort að 6 sekúndna reglan fer að öðlast gildi nokkuð. Maður býður alltaf eftir því að einhver dómari taki sér til og setji hann þá reglu aftur í leik eins og maður segir. Nú þarf Skalið að vinna boltan og komast ofalega á völlin og halda honum þar eins og er vinsælt að gera. Hrafnhildur Eva
Skalið rígheldur í forystuna á nöglunum. Vala María á Erni Björn. Þetta skynsamlega gert. Unnur Ýr fer á stað. Unnur Ýr fær boltan hérna. Þessi sending of framalega fyrir hana. Tinna. Og Eva langur bolti fram. Birna Rún skallar þetta út af. Freyja kastar inn á Öldu. Alda tilbaka. Hrafnhildur á Petru. Petra lyftir þessu inn að markinu. Anna Þóra skallar hann frá beint á Júlíu. Júlía hótar skotinu, fer sjálf. Katrín setur hann í áttina að markinu. Róberta nær að vera fyrir. Anna María inn á tegin. Boltinn laus. Róberta kemur þessu frá. Nú þarf að vera sína smá yfirvegun. Erla Karitas út í loftið en heppnar hann að Skagakonur fá boltan. Unnur Ýr, nú þurfum við bara að næla okkur í aukaspyrnu eða eitthvað hérna á þessu svæði. Gengur ekki. Uppbótartíminn sem átti að vera liðinn en það alveg klárlega rúm mínúta í viðbót. Og innkast sem að Skagaliðið fær hér. Unnur fleytir honum áfram. Það kom að þessu frá. Bryndís aftur út til vinstri á Unni. Unnur næri ekki að taka hann með sér. Missir boltan út af. Ég heyri hjartaði með slá hérna núna. Ég það spenntur. Þessi sending slök og boltin út af. Og þetta akkurat það sem að Skagaliðið þarf. Róberta leitar að Erni Björn. Erna Björn brotleg hér. Tinna fær hérna höfuðhögg virðist vera. Það verið að dæma eða var þetta aukaspyrna eða var þetta gult spjald á Erni Björn? Fyrir hvað? Kemur langur bolti fram. Út á Katrínu. Katrín með boltan inn á tegin. Bryndís skallar hann frá. Bryndís nær síðan að framlengja hann aftur og þar með flauta til leiksloka. Og Svía Grýla þeirra Fjölniskvenna heldur lífi. Skagaliðið að vinna sinn 14. leik í sögunni gegn Fjölni. Í hreint frábæri leik fáum hérna staðfestingu á því að Erna Björn fekk spjaldið. En gríðarlega sterkur og mikilvægur sigur. Þetta var líflína Skagaliðsins ef að þær ætla sér að komast upp úr þessari deild. Þær hefðu mist Fjölni allt og langt frá sér ef þær hefðu tapað þessum leik. En margt skrítin leikur, 7 marka leikur hér á Norðurálsvellinum. Og ég held okkur sé ekki til setuna boðið að annað en að rifja upp mörkin. Það var fyrst Anna Þóra Hannesdóttir sem að kom í að yfir á 12. mínútu eftir fastleikadriði. Miðverðirnir þarna að spila sína á milli. Alda Ólafsdóttir byrjaði sína markaskorun á 16. mínútu. Svo sem ekki allavega 2 af þessum mörkum ekki fallegustu mörk sem hún hefur skorað eflaust. En bætti það svo sem upp með því þriðja. Samira Súliman kom Skagaliðinu aftur yfir í 2-1 á 37. mínútu eftir góðan undirbúning Sunnu Rúnar Sigurðardóttur. Og en Alda Ólafsdóttir jafnaði metin aftur á 49. mínútu eftir horn frá vinstri. Og
Samira Suleiman var síðan aftur á ferðinni á 57. mínútu fyrir IA. Sótti þetta hér í greipar Caitlin Kellogg í markinu og kom IA í 3-2 og það var síðan Erna Björt Elíasdóttir sem að tvöfaldaði fórustuna. Gerir þetta frábærlega. Kellogg á ekki möguleika í markinu en Alda Ólafsdóttir var ekki búin að segja allt sitt. Á 79. mínútu skoraði hún þetta stórglæsilega mark og minnkaði munn í 4-3 og þrátt fyrir harða hríð Fjölnis á Skagamarkið í lokin án þess þó að skapa sér alvarleg og góð marktækifæri að þá náði Skagalið að landa þessum gríðarlega mikilvæga sigri. En já, ég held að það sé bara komin tími til þess að þakka fyrir sig hér og Örn Arnarsson þakka kærlega fyrir sig, Snorri Kristleifsson sem var á myndavélinni, þakka honum hans störf og já, bara þangað til næst ætla ég bara að segja frá okkur á ÍR-TV gleðilega Vesturmannahelgi og hafið það sem allar best og guðanabænum verið bara örugg og já, örugg og glöð. Takk kærlega fyrir okkur í bili.